Herru, Beggi, komið gamla heimavöll, lítur það sérstök tilfinning? Já, mjög. Eins og ég sagði fyrir leikinn við Olsson að ég var mjög spenntur og stressaður og með þessu áhorfendur á bakinu allan leikinn en við vorum líka með leiknisfólk og það hjálpaði mér mikið. Það lítur að vera gaman samt. Mjög. Þú stegst á þetta fylgspor í vörninni og hverja þú verðist vera? Já, ég er svolítið óvanur þessu, þeir slóðu þetta vist með golfvélinni, þetta er svo gríninn. En jú, þetta var alltaf líka vel að spila hérna og minn gamli heimavöllur. Það er stig í dag, getur ekki svona nokkuð sátt við það með kannski gangleiksins? Jú, þannig sé, stig í Ólafsvík er alltaf fínt. Sami hvaða stöðu við erum þannig sé sko. Og við hleyptum ekki fram úr okkur sem er mjög mikilvægt. Og og alltaf leiðilegt að tapa fórustu niður sem hefur svolítið hent okkur í sumar. Við vorum kannski ekki að spila okkar besta leik en það var samt ákveðin karakter, komst yfir og við duttum svolítið niður eftir að fáum okkur víti hérna. Hvað viltu segja um víti, Valur? Þú varst nú alveg upp fyrir þessu. Já, ég verð nú að segja að það var alveg hægt að dæma víti á þetta. Nei, það ekki mitt. Nei, menn það hefði líka að sleppa, en boltinn alltaf fyrir í höndina á honum en hann alltaf eru 20 menn fyrir framann og hann skoppar upp í höndina á honum og það var alltaf hægt að deila um það sko. En það var alveg hægt að dæma víti, það var líka hægt að sleppa. Sorry Beggi minn. Ekkert mál. Við lítum bara bjartur á veginn, það er Njarðvík á föstudaginn væntanlega og við ljótum að starta 3 stig, það er annars 6 leikur. Já, við erum bara að stefna á 3 stig, það er mjög gott. Herri Strákmann, takk fyrir og við ætlum að skella okkur hérna á Hobbitann í góðverðinni í Ólafsvík. Takk fyrir.